Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af 8 af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Í dag ætlum við að skoða orku. Við skoðum hvaðan vindurinn kemur, heimsækjum uppblásið íþróttahús, veltum fyrir okkur sólarorku, fræðumst Marie Curie og svörum spurningu sem hefur legið eins og mara á þjóðinni í áraraðir. Hvers vegna minnka lopapeysur í þvotti en kindur ekki í rigningu? Við byrjum núna. Við ætlum að byrja þáttinn á lítilli tilraun. Þetta er tilraun sem allir geta gert. Taktu rör og borðtenniskúlu. Setjum borðtenniskúluna við annan endan og við blásum vel. Glæsilegt. Tökum þetta örlítið lengra. Þetta hér er hárþurrka. Prófum að kveikja á henni og athuga hvort hún nái að halda þessari kúlu á lofti. Jæja. Þá er aðeins ein spurning eftir. Hvers vegna gerist þetta? Blásturinn upp í móti heldur kúlunni uppi. En það sem heldur henni inni í loftstraumnum er náttúrulögmál sem kallast lögmál Bernoulli. Samkvæmt því lögmáli er lágur þrýstingur í efni sem flæðir hratt en hár þrýstingur í efni sem flæðir hægt. Það þýðir að það er lágur þrýstingur í loftstraumnum frá hárblásaranum en hár þrýstingur í loftinu í kring. Kúlunni líður betur þar sem er lítill þrýstingur og þess vegna vill hún vera hérna, inni í loftstraumnum. Ef hún fer aðeins út fyrir loftstraumin, ýtir þrýstingurinn henni aftur tilbaka inn í straumin. Íslenska sauðkindin er frábær, svona oftast. Það eru margar ástæður fyrir því að kindur minnka ekki í rigningu þó lopapeysurnar minnki í þvotti. Hér eru 2 ástæður. Í fyrsta lagi er fita á ullinni meðan hún er enn á kindinni, sem veldur því að hún verður á ákveðinn hátt vatnsheld. Þegar ullin er rökuð af kindunum fer hún í langt og strangt ferli áður en henni er breytt í peysu, þar sem hún er meðal annars þvegin og þá fer fitan af. Í öðru lagi þá rignir sem betur fer ekki sjóðandi heitu vatni. Vatnið sem minnkar lopapeysurnar í þvotti er mun heitara heldur en rigningin sem skellur á kindunum. Ef þið langar ægilega til þess að sjá pínulitla kind, þá mæli ég bara með því að þú skellir þér í heimsókn í næsta fjárhús að vori til og knúsir litlu lömbin. Nú sjáum við eitt af fjölmörgum myndböndum úr myndbandakeppninni. Halló, ég heiti Ronja og í dag ætlum við að gera efnafræðitilraun. Hér eru 3 glærar lausnir. Við blöndum 1 lausna í vatnsglasið. Við blöndum lausni 2 í glasið og hrærum. Við blöndum 3. lausnið við og hrærum. Og við þurfum að bíða í svona 10 sekúndur. Herðu! Það virkar ekkert, en ég gerði allt það sem þú sagðir. Og ég bjó til kóla. Við erum stödd í Hveragerði, rétt fyrir utan Reykjavík. Þetta er eina hverasvæði í heiminum sem er í byggð. Það er að segja, fólk ákvað að byggja húsin sín nálægt hverunum og er hitinn úr jörðinni notaður til ýmissa hluta. Ég ætla að segja ykkur seinna frá jarðhitanum hér í Hveragerði í öðrum þætti, en í dag erum við komin hingað til þess að skoða þetta. Risastórt uppblásið íþróttahús, Hamarshöllina.
Hamarshöllin er glæsilegt mannvirki, fyrsta loftborna húsið á Íslandi. Höllinni er haldið uppi með lofti frá loftblásurum og helst uppi vegna loftþrýstings. Hún er borin uppi af innri loftþrýstingi og loftþrýstingi milli ytra og innra lags í útveggjum og þaki. Dúkurinn virkar sem einangrun. Þegar höllin var blásin upp í fyrsta skiptið var hún risin á innan við klukkutíma. Inni í höllinni má finna risastóran gervigrassvöll, 9 holu púttvöll og fjölnota íþróttagólf. Lofthæðin er 15 metrar og stærðin 5.000 fermetrar. Ég ætla að segja ykkur svolítið, ég verður bara að koma nær. Ég er að koma. Ég er alveg að koma. Þetta hús er alveg rosalega stórt. Hvaðan kemur vindurinn? Það er enginn einn ákveðinn staður þar sem allt rok, allir stormar, allar golur eða hvirfilbyljir eiga heima. Heldur er vindur stöðugt á ferðinni og hann getur komið úr öllum áttum. Hann stoppar aldrei, heldur fer hringinn í kringum jörðina á mismikilli ferð. Vindur er loft sem ferðast frá einum stað til annars. Ef við ættum að velja einhvern eitt stað sem uppruna vindsins, þá getum við bent á sólina. Á hverjum degi þá skín hún á plánutun okkar og hitar hana. Mismikið. Mesti hitinn lendir á miðbaug jarðarinnar. Þar eru heitustu löndin. Við sem búum á norður- og suðurhvelinu, við fáum örlítið minni sól og veðurfarið er eftir því. Þegar loft hitnar, þá stígur það upp. Og þegar það stígur upp, þá verður eitthvað annað að koma í staðinn. Kaldara loft. Þegar heita loftið stígur upp, kemur kalda loftið í staðinn. Loftið hreyfist og, voilà, vindur. Ef loftþrýstingur er breytilegur frá einum stað til annars, verður vindur. Hvirfilbyljir myndast þegar loftið hreyfist hratt. Þá hefur meira loft stigið upp og enn meira af köldu lofti ryðst af. Sama gildir ljúfa golu. Þá er loftið á lítilli hreyfingu. Þegar við öll séð venjulegan eldspýtustokk. Maður kveikir í eldspýtum með því að nudda þessu efni sem er á spýtunni með efni sem er utan á stokknum. Þetta efni hér heitir kalíumklórat og þetta hér er rauður fosfór. Ég að pröfa. Sko. En eldspýtur heita á ensku safety matches. Veistu af hverju það er, Helgi? Ég veit það nefnilega. Það er vegna þess að í gamla daga þá voru efnin kalíumklórat og rauður fosfór. Þau voru á sitthvorum endanum á sömu spýtunni. Og það gerði það að verkum að ef maður setti sem sagt spýtuna öfugt ofan í pakkan aftur, að þá, bara út af núningi, þá gat bara kviknaði í pakkanum. Og þegar fólk ætlaði að kveikja á spýtunum, þá tók það spýtuna þegar efni var á sitthvorum endanum, braut hann svona í tvennt og sló endanum saman og þá kviknaði á eldspýtunni. Og það sem við ætlum að gera núna er að blanda saman rauðum fosfór og kalíumklórati og við ætlum að sprengja það. Við erum með bara pínulítið af rauðum fosfór og pínulítið af kalíumklórati og við ætlum að blanda þeir saman á svona litlu blaði og fara mjög varlega því að það getur sprungið á sjálfu sér. Hérna. Við erum með rauðan fosfór. Og hér erum við með örlítið af kalíumklórati. Pínlítið, sjáu þetta er aðeins meira heldur en er á eldspýtunni. Það er að blanda þessu rosalega varlega saman og hér þarf ég að hafa allan varan á því að það getur sprungið að sjálfu sér. Þar af leiðandi ætla ég að setja á mig viðeigandi öryggisbúnað. Ég setja hérna á spýtuna. Svona. Tilbúin? Ég er tilbúin, ert þú tilbúin? Já, ég er tilbúin. Woo! Við sjáum allan hvíta reykinn sem myndast. Þetta er út af því að þegar efnin 2 hvarfast, þá myndast 2 ný efni og það er fosfóroxíð og kalíumklóríð. Og það er einmitt bæði hvít duft, fór út um allt.
Þetta er uppáhalds efnahvarfið mitt. Hér er ég búin að búa til svona kveikiprikk, sjáu þið? Þetta er bara svona gamalt herðatré. Búin að setja framan á eldspýtu. Tilbúin? Já. Sjáu allan reykinn? Þetta er rosa flott. Þetta er kalíumklóríð og fosfóroxíð. Já. Það er einmitt bæði hvítt duft. Vísindamenn eru fólkið á bak við vísindin. Þetta eru menn og konur sem leita traustrar þekkingar og beita til þess kerfisbundnum rannsóknum. Vísindamenn geta tilheyrt mörgum ólíkum fræðasviðum og rannsóknir þeirra spanna allt frá þróun tungumála til aðdráttarafls svarthóla. Vísindamenn eru breiður hópur fólks sem á það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á ákveðnum fræðum og vilja öðlast á þeim dýpri skilning með rannsókn. Vísindin, þau eru síbreytileg og það sem við teljum okkur vita með vissu í dag geti verið kolrangt á morgun og það er það sem er svo spennandi við vísindin. Þau breytast í takt við bestu mögulegu þekkingu. Einu sinni héldu menn til dæmis að jörðin væri í miðju alheimsins, en svo gerðu menn sér grein fyrir því að sú kenning væri röng og í hennar stað kom svonefnd sólmiðjukenning og eftir það þá héldu menn að sólkerfið væri í miðjum alheiminum. En flest líkön sem vísindamenn gera af alheiminum nú á dögum gera hins vegar ráð fyrir því að í honum sé engin sérstök miðja. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Vísindin eru grundvölluð á bestu þekkingu sem til er á hverjum tíma. En hvernig byrjuðu vísindin? Hver var fyrsta uppfinningin? Hver fann hana upp? Ein kenning er sú að upphaf vísinda megi rekja til þess þegar maðurinn fór að búa til áhöld. Fyrstu áhöld frummanna hafa væntanlega verið afar einföld, en jafnvel einföldustu áhöld eru ávöxtur langra reynslu. Menn hafa þurft að þreifa sig áfram, leggja hluti á minnið og bera saman, alls ekki ólíkt því hvernig vísindamenn bera sig að í dag. Menn fóru að nota verkfæri, fóru smám saman að tjá sig og svo þurftu auðvitað að miðla þekkingunni á milli kynslóða, svo litlu frummannabörnin getu vitað hvernig þau ættu að bera sig að. Á mörgum árum þá þróaðist tungumál og seinna ritmál og hægt og rólega varð maðurinn, jörðin og samfélagið eins og við þekkjum þau í dag. Það er nokkuð ljóst að við, ég og þú, við lifum á alveg hreint ótrúlegum tímum. Tölvur verða sífellt stærri hluti af lífi okkar og tækninýjungar sem fyrir aðeins örfáum árum áttu heima í vísindaskáldsögum eru daglegt brauð. Enginn veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér og nú sem aldrei fyrr þá eru möguleikarnir endalausir. Nú sjáum við eitt af fjölmörgum myndböndum úr myndbandakeppninni. Ég heiti Valdís Anna. Ég heiti Anna María. Ég heiti Matthildur. Ég heiti Gísli. Ég heiti Patrik. Ég heiti Kládíu. Ég heiti Birgir. Ég heiti Signý. Ég heiti Kasper. Ég heiti Sveinungur. Ég heiti Guðrún. Ég heiti Eyrún. Ég heiti Óðinn og við erum í 3. bekk í Flúðaskóla. Prófa að setja salt í Pepsi og gá hvað gerist. Við ætlum að prófa að setja blöðru ofan á krækt. Og setja salt ofan, prófa að setja salt ofan í blöðruna. Ég er salt. Setja betur. Í hverjum þætti þá veljum við einn vísindamann og fræðumst örlítið hann eða hana. Sumir vísindamenn komu úr skáldskap, aðrir voru til í alvörunni. Vísindamaður dagsins er Marie Curie. Marie Curie er eitt frægasti eðlis- og efnafræðingur sögunnar. Hún hlaut tvisvar sinnum Nóbelsverðlaun fyrir rannsóknir sínar á geislavirkni og frumefninu radíni. Rannsóknir hennar voru sannkallað brautryðjendastarf varðandi eiginleika frumefna og þróun og nýtingu kjarnorku. Marie Curie, eða Maria Sklodowska eins og hún hét upphaflega,
fæddist í Varsjá í Pólandi árið 1867. Faðir hennar var kennari í eðlisfræði og stærðfræði og vöktu þessi fræði mikinn áhuga hjá stúlkunni. Marie hitti manninn sinn, Pierre Curie, árið 1891. Hún var ekki mikið fyrir íburð og segir sagan að hún hafi valið sér brúðarkjól gagngert með það fyrir augum að geta notað hann í rannsóknarstofunni seinna. Á þessum tíma var vitað að til væru efni sem gáfu frá sér geislun, en það var ekki vitað af hverju. Marie eyddi miklum tíma í að rannsaka hvort þetta fyrirbæri væri til í ólíkum frumefnum. Það var síðar nefnt geislavirkni. Pierre og Marie uppgötvuðu árið 1898 frumefnin radín og pólon sem var skýrt eftir heimalandi Marie, Pólandi. Þau sáu að þessi efni gáfu frá sér geisla og breyttust með tímanum í önnur efni. Uppgötvun þeirra hafði byltingu í för með sér í vísindaheiminum því að talið hafði verið að frumefni væru óumbreytanleg. 1903 fengu þau hjónin ásamt samstarfsmanni sínum Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði fyrir rannsóknir á geislavirkni. Ári seinna fékk Marie fyrst kvenna leyfi til að kenna við Sorbonne-háskóla. Árið 1911 fékk Marie aftur Nóbelsverðlaun, en nú í efnafræði, fyrir rannsóknir sínar á því hvernig hægt væri að einangra radíum. Marie Curie hélt svo áfram að rannsaka geislavirkni og notkun geislavirkni í læknisfræði. Hún uppgötvaði til dæmis að geislar gætu læknað húðkrabbamein. En því miður þá endar sagan af Marie Curie ekki þannig. Þegar vísindamenn stunda rannsóknir sínar er alltaf ákveðin hætta á að eitthvað geti komið fyrir. Það er afar heilsuspillandi að vinna með geislavirk efni og svo fór að Marie fór að finna fyrir mikilli þreytu. Hún var oft með höfuðverk og hita. Efnið sem hún var að vinna með í höndunum var 400 sinnum geislavirkar en úran og því stórhættulegt. Hún geymdi oft efni á skrifborðinu sínu og jafnvel í vasanum og á endanum tók það sinn toll. Marie lést árið 1934 úr hvítblæði sem hún fékk sennilega vegna geislavirkni frá frumefnunum sem hún hafði unnið með. Marie Curie er mjög mikilvægur vísindamaður. Ekki bara vegna þess að hún var einn frægasti eðlis- og efnafræðingur sögunar, heldur líka vegna þess að hún er mögnuð fyrirmynd kvenna í vísindum. Svo má líka til gamans geta að glósubækurnar hennar eru enn svo geislavirkar að það má ekki handfjatla þær. Spáið í það. Þetta er fyrirtækið Össur. Össur hannar og framleiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur. Hjá þeim starfa 2300 starfsmenn í 18 löndum, en höfuðstöðvarnar eru hér á Íslandi. Margir þurfa að lifa með líkamlegri fötlun af völdum sjúkdóma eða aflimunar. Þau hjá Össuri vilja bæta hreyfanleika fólks með tækni, rannsóknum og nýsköpun. Þannig getur fólk yfirstigið líkamlegar hindranir, notið sín til fulls og öðlast betra líf. Þetta er Lárus Gunnsteinsson. Hann hefur mjög mikilvægu starfi að gegna. Ég er eiginlega svona bara, má segja bara uppfinningamaður. Ég er reyna að búa til ökla og búin að vera því í síðustu 4 ár. Og hvernig býr maður til ökla? Þetta er svona gerviökli úr koltrefum og stáli og við þurfum að mæla þetta, teikna, við prófum og svo þarf að búa til vélar sem að búa þetta til og það gerum við allt hérna. Nú ætlum ég að leyfa þér að prófa að labba svona á gervifæti. Vita hvernig það er, svona í allavega eitthvað. Svona áttarið aðeins á þessu hvernig þetta virkar. Þú ætlum eiginlega fyrst að vita til hvers á notan og fyrir hvern það er. Er það fyrir ungan einstakling eða aldraðan einstakling eða er hann íþróttamaður? Nú ég... Húr? Þetta er Davíð. Hann byrjaði sem viðskiptavinur hjá Össuri en er nú einn af starfsmönnunum. Þegar ég var 18 ára gamall þá fékk ég krabbamein í beinið, í sköflungsbeinið og það þurfti að taka hann af fyrir ofan hné. Ég þurfti að bíða í 6 vikur bara til að láta sári gróa og þá fékk ég fyrsta fótinn minn en hann var ekki flottur á þessi en hann dugði til að læra smá og svo því ég var búinn í lyfjameðferðinni fyrir krabbameinið þá fékk ég tölvufótinn minn.
Það var svona, maður þurfti að læra að labba bara upp á nýtt. Og bara alveg frá grunni, bara eins og þegar maður læra að labba fyrst. Ég byrjaði að vinna í prófunum bara, að prófa svona fætur og labba á þeim og fór svo út í háskólanám og er núna komin upp í meiri þróun á vörum og svona skemmtilegri hluti. Og það eru alveg mikil vísindi á baku hvert einasta smáatriði. Já, það er þó nokkuð mikil vísindi. Ökklinn til dæmis, hann er mjög flókið fyrirbæri. Það eru 7 liðamót í ökklanum og fyrir neðan hné, frá ökkla og fram, það eru 26 bein í fætinum sem er 1/4 af beinum líkamans. Og ef við tökum svo hendurnar, það er 1/4 að helmingurinn er bara á þessum litlu stubbum hérna sem fara í skóna vettlingana. Það er gríðarleg vinna lögð í hvert einasta smáatrið. Hér er Guðmundur að slípa gifs sem hann hefur tekið mót af til þess að byrja á að búa til gervili. Þarf að slípa það allt saman og gera það slétt og fínt. En úr hverju eru þessi mögnuðu tæki eiginlega? Við erum að nota koltrefjar, eins og við notaði flugvélar og veiðistangir og formúlubíla og þetta notaði fullt af hlutum í dag. En við erum svona búin að nota þetta í þó nokkuð langan tíma og nú búin að ná góðri tækni á að líma þessar hluti saman og þá fáum við styrkleikan í þetta og sveigjuna. Og sveigjan gefið svona ítir þið svolítið áfram vegna þess að þegar það búið að aflima þig þá vantar náttúrulega vöðvana sem eru vel líkamanns. Við kveðjum Össur og þökkum fyrir okkur. Það er svo sannarlega magnað starf sem á sér hér stað. Vind- og sólarorka er eitthvað sem er alveg hreint ótrúlegt en á sama tíma svo sjálfsagt og augljóst. Vindur og sól eiga það sameiginlegt að eiga uppruna sinn í endurnýjanlegum orkulindum. En hvað þýðir það? Endurnýjanleg orkulind er orkulind sem helst í jafnvægi af náttúrunnar hendi. Það er til nóg af vindi og það er til nóg af sól. Vind- og sólarorka eiga upptök sín í sólinni og geislum hennar. Í iðrum sólarinnar á sér stað kjarnasamruni og við það losnar gríðarleg orka sem skila sér að hluta til jarðarinnar í formi ljósgeisla og varma. Þetta vitum við. Samspil geislana og gufuhvolfsins drífur svo áfram veðra- og vindakerfi jarðar. Ljósgeislana má einnig hagnýta milliliðalaust sem sólarorku. Geislar sólar bera til jarðarinnar gríðarlega orku á hverri sekúndu. En orkan sem berst til jarðar frá sólu á 1 klukkustund gæti dugað til að svala ársorku þörf mannkyns. Í sólarrafhlöðum er ljósi frá sólinni umbreytt í rafmagn. Sömuleiðis má umbreyta vindorku í rafmagn, til dæmis með vindmyllum. Með vind- og sólarorku eru möguleikarnir gríðarlega margir og leið gríðarlega spennandi. Nú sjáum við eitt af fjölmörgum myndböndum úr myndbandakeppninni. Ég heiti Friðrik. Ég ætla að sýna ótrúlega tilraun. Við þurfum gamalt dagblað, rauða matalit, eina flösku olíu, síðast en ekki síst gosbíljur. Þetta er það sem þarf. Set matalit í, svona. Við setjum eina gosbílju og bíðum bara að sjá hvað gerist. Sjáum bara að gjósa. Þættinum er lokið. Takk fyrir að horfa. Ef þið hafið einhverja spurningar eða viljið senda tilraunir inn til mín, þá skuluð þið senda mér tölvupóst á ævarvísindamaður hjá ruv.is eða senda mér venjulegt bréf merkt ævarvísindamaður efstaleiti 1 150 Reykjavík. Og svo mæli ég með því að þið kíkið á heimasíðu þáttarins ruv.is/ævar og ein heimasíða í lokin Vísindavefur Háskóla Íslands vísindavefur.hi.is. Við sjáumst í næstu viku.